Jæja, góða kvöldið, góði gestir og velkomin á IA TV í Akraneshöll, föstudaginn 1. febrúar. Framundan leikur Kára og Víkings frá Ólafsvík. Þetta er leikur 5. sætið í fótbolti.net mótinu. Og Káramenn náðu ekki að knýja fram sigur hérna í síðasta leik. Og það var í rauninni svolítið sorglegt að hérna Káramenn skildi ekki ná meiru út úr þessum riðli, vegna þess að þeir svona hefðu í rauninni átt að geta það og með hvernig leikirnir spiluðust, en voru í rauninni klaufar hérna, var það ekki á móti Selfossi hérna í síðasta leik. Og ja, hvort það voru Haukarnir. Nei, þeir áttu nefnilega að gera 4-4 jafntefli við Hauka og hérna gera síðan 2-2 jafntefli við Selfoss. En við skulum kíkja sem snöggvast á byrjunarliðin. Og við byrjum á Kára-liðinu. Í markinu er Ásgrímur Óskar Jóhannesson, númer 12. Aðri leikmenn eru númer 2 Arnleifur Hjörleifsson, númer 3 Benjamin Mehic, númer 4 Sindri Snæfells Kristinsson, 5 Aron Ímir Pétursson, númer 6 Guðfinnur Þór Leósson, númer 7 Andri Júliusson fyrirliði, númer 9 Guðlaugur Þór Brandsson, númer 14 Ólafur Karel Eiríksson, númer 15 Teitur Pétursson og númer 18 Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Ólsararnir, það er í markinu númer 12 Konráð Ragnarsson. Aðri leikmenn eru númer 2 Mikael Newberry. Býta nú við, eru 2 númer 2 hérna. Kíkjum á þetta. Þetta er eitthvað skólast til. Já, númer 4 er Kristoffer James Eggertsson. Númer 9 Kristinn Magnús Pétursson. Númer 10 Ibrahim Sori Barry. Númer 13 Emir Dokara fyrirliði. Númer 15 Emanuel Eli Keke. Númer 16 Bjartur Bjarmi Barkarsson. Númer 22 Vignir Snær Stefánsson og númer 33 Ívar Reynir Antonsson, og 11. maður er dularfullur englendingur sem að ég gat ekki fengið upplýsingar hjá Eyjúb þjálfara Víkings. Hann sagði mér einfaldlega að hann vissi ekki hvað hann héti. Þetta er einhver strákur á reynslu hjá þeim sem að baðum að fá að koma og prófa. Við munum finna eitthvað sniðugt viðurnefni á hann. En á varamannabekkjunum, þar er á bekknum hjá Kára varamarkmaður Gunnar Bragi Jónasson, númer 8 Viktor Helgi Benediktsson, númer 17 Sigurjón Ari Guðmundsson, númer 19 Gylfi Veigar Gylfason, númer 20 Benedikt Valur Árnason og númer 22 Gylfi Brynjar Stefánsson. Þeir deila með sér þjálfarastarfinu Skarphéðinn Magnússon og Lúðvík Gunnarsson. Víkingsmegin er númer 6 Pétur Steinar Jóhannsson, númer 8 Leo Örd Þrastason, númer 19 Hilmar Björnsson, númer 21 Brynjar Vilhjálmsson og númer 23 Sigurjón Kristinsson, og þjálfari Víkings eins og vanalega Eyjúb Púrisevits fyrirgefið. Dómarar leiksins búnir að svona minna á sig. Allavega blésuður í flautu sína hérna rétt áðan og já, eins og í körfunni, það flautaðir 3 mínútur og 1 mínútu, en þeir eru Helgi Ólafsson, Sveinn Þór Þorvaldsson og Guðmundur Valgeirsson sem að munu stjórna þessu í dag. Og munu gera það örugglega stakri prýði. Nú, Skagamenn eru að spila sæti í fótbolta.net mótinu líka í kvöld. Sá leikur hófst klukkan korter yfir 6 og þegar 41 mínúta er liðin af þeim leik þá er staðan 2-1 fyrir HK í kórnum. Emil Atlason kom að HK-ingum yfir á 19. mínútu og síðan er ekki upplýsingar markaskorara Skagamanna sem að jöfnuðu á 30. mínútu, en Brynjar Jónasson bætti við öðru marki fyrir HK á 34. og þannig er staðan 2-1. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með frammyndunni þar eftir því sem að líður á. Síðari hálfleikur leiknum líkur sjálfsagt það bil sem að flauta verið til hálfleiks hér hjá okkur eða einhvers staðar það bil. En
Við bara bíðum átekta eftir því að þessi leikur hefjist. Og leikmenn að koma hér inn á. Andri Júlíusson fyrirliði Kára mættur í miðjuringinn. Kemur fljótlega í ljós. Skagamenn sem að spila þriðja sætið í A-deildinni í fótbolti.net eftir að hafa tapað fyrir Stjörnunni á þriðjudagskvöldið í beinni á IA TV frá Kórnum. Það var leikur hreinlega hvort liðið færi í úrslitaleikin í þessu skemmtilega móti. Stjörnumenn höfðu þar betur 2-0 verðskuldað og leika því til úrslita. Og Skagamenn þurfa eitthvað að gera sig í brók í síðari hálfleiknum ef að þeir ætla sér að fá eitthvað út úr þessum leik. HK náttúrulega heimavelli í Kórnum og ekki bara heimavellinum yfir vetrartíman heldur allt árið. Þá er Helgi mættur í hlutgestið. Já, þá er þetta allt saman að fara af stað. Við vonum að sjálfsögðu að Ólafsvíkingar sitji núna sem fastast fyrir framan tölvuna eða sjónvarpið og njóti á þessu föstudagskvöldi, og ef að þið eruð einhver þarna þá er að gera fyrir ykkur að deila slóðinni á þennan leik með ykkar vinum í ykkar bæjarfélagi. Það er að gera að nýta sér þetta og þá er þetta komið á stað. Andri tók miðuna og Káramenn byrja með boltan. Teitur er hérna í vörninni ásamt Sindra. Arnleifur vinstri bakvörður, Benjamin Mehic hægri. Ólafur Karel á miðunni ásamt Guðfinni. Hér koma Ólsarar og hver er það sem er að sleppa í gegn? Mér sýnist að vera Ívar Reynir Antonsson, en Ásgrímur grimmur út úr markinu þarna á bjargaði og kom skot þarna að löngu færi. Sjáum að Aron Ímir hérna úti hægra megin hjá Kára, Guðlaugur að sjálfsögðu inn á miðunni, Andri Júl og Sigurður Hrannar framanlega. Kemur langur bolti í áttina Andra, þeir ná að skalla þetta frá. Guðlaugur tekur frákastið, kemur honum á Guðfinn, hann er tæklaður af boltanum af Emir Dokara. Emir séðan með langa sendingu hérna upp í hornið. Þar er komin held ég hinn dularfulli englendingur númer 11. Boltinn tilbaka á Ásgrím. Víkingarnir pressa nokkuð ofalega. Langur bolti á Andra sem reynir að fleyta honum áfram, tekst ekki. Þá er það Bjartur Bjarmi kominn hérna í gegn, engin rangstaða, hann kominn inn á teig, Benjamin til varnar. Benjamin Mehic með tengingu við Ólafsvík. Karl faðir hans, já, bjó eða býr þar. Þjálfaði fótbolta. Þannig að kemur sá henski, finnur Ívar aftur á Kristófer hérna inn á miðjunni. Kristófer James Eggertsson spilar inn á miðju ásamt Íbrahim Barry sem er hérna aftast á miðjunni. Bjartur Bjarmi út í vinstra megin. Kristinn Magnús Pétursson líka hérna í hólunni.
fyrir aftan Ívar Reyni sem að virðist spila fremst. Boltinn út til vinstri á Arnleif, Arnleifur kassar hann niður. Baka á Guðfinn. Teitur yfir á Sindra. Sindri með skiptingu yfir til vinstri. Arnleifur nær þessum, missir hann svolítið upp í loftið en kemur honum á Sigur Hrannar sem að finnur Guðlaug sem skallar þetta inn á teiginn. Þeir hreinsa frá. Ólafur Karel vinnur boltan en missir hann. Kemur Bjartur, lendir þetta á Benjamin. Benjamin steig hann hreinlega bara út. Aron á Benjamin. Benjamin missir hann frá sér en nær honum aftur. Vel gert, Aron Ýmir hérna með smá pláss. Nær fyrirgjöfinni en þetta er í fangið á Konráði í markinu. Fyrsta sem að hann þarf að takast á við. Emanuel Helikeke með langan bolta fram sem að Sindri skallar til hliðar. Ásgrímur með boltan hérna í markinu. Gefur sér tíma, þetta er hættulegt. Og Teitur velur þann kostinn að lúra þessu upp í loft. Skynsalegt, hann var undir pressu þarna. Kemur innkast, Vigni Snær mættur á staðinn. Vinstri bakvörður þeirra, Ólsara. Kastar hérna inn á Reyni, Reyni snýr. Nei, Ólafur Karel tekur á boltan. Finnur Andra Júl, Andri undir pressu. Missir hann frá sér. Mikil barátta hérna en vel gert þarna hjá Kristni Magnúsi. En stinn út á enska kantinn. Okkur skæri gefið tilbaka. Ibrahim með boltan inn á teginn og Benjamin reynsar frá. Guðlaugur út á Aron Ými. Benjamin finnur Andri á Aron segi ég. Aron tilbaka á Ólaf sem að reynir að stinga upp í hornið á Benjamin. Vignir með slaka sendingu sem er beint á Sindra. Teitur sér hérna Aron Ými hægra megin en Vignir Snær las þetta. Engin sending tilbaka, nei. Konráð með langa sendingu fram, Teitur sterkur. Bjartur skiptir yfir til hægri. Þá er Arnleif með innkast. Leitar að Guðlaugi sem að færa hann aftur hérna frá Andra. En Guðlaug missir hann frá sér. Guðfinnur vinnur hann tilbaka. Henkan Njúberi sett hann hérna fram en Arnleifur skýtur þessu upp í loft. Emil Dokara hérna hægri bakvörður Ólsara. Kastar inn á Ibrahim. Ibrahim leitar yfir til vinstri á Vigni. Hann tilbaka á Emanuel. Emanuel með langan bolta. Þess er hættulegur. Reynir. Nei, Ásgrímur er á undan. Arnleifur missir hann frá sér. En boltinn tilbaka. Ásgrímur nær þessu. Það mátti litlu muna að Reynir kæmist á auðan sjó inn í teginn. Sindri tilbaka á Ásgrím. Teitur, þá er pressað. Teitur losar þetta hérna fram á við. Kemur sennilega skot frá Ibrahim. Aron tilbaka á Benjamin. Benjamin aftur á Sindra. Kárumönnum liggur ekkert á. Guðfinnur tilbaka á Ásgrím. Kemur pressan. Ásgrímur út til hægri.
Vignir sér innkastið hérna vinstra megin. Ólafur Karel fram á Andra Emanuel. Sterkur í loftinu. Sindri skallar þetta tilbaka. Ásgrímur vel gert. Ásgrímur kassar út á Benjamin. Benjamin missregnar hann aðeins og missir hann síðan út af. Já, Vignir kemst ekkert upp en eitt. Já. Vignir kastar hérna fram, reynir að fleyta þessu áfram en það fer út af. Benjamin kastar hérna á Aron, fer hann aftur, losar hann síðan upp í áttina Sigurður Hrannari. Michael Newberry skallar frá. Þá kemur sá enski út á Emir. Hálfleikur í leiknum í Kópavogi staðan er 2-1 þar. Mikil barátta hérna, Sigurður Hrannar missir hann, Newberry. Síðan hérna fram á við Arnleifur skallar hann beint tilbaka en Kárumenn ná ekki að halda þessu og Ólsarar ekki að halda þessu inn á. Boltinn hérna Andri nær að fleyta þessu áfram en hann skallar þetta út af og það er bara innkast sem að Víkingur á. Helt kalt í höllinni eins og annar staðar á allavega á vesturhelmingnum hérna á landinu. Emanuel Elikeke með langan hérna fram miðjuna. Sindri sterkur, kemur honum á Aron Ími sem að misreiknar hann aðeins. Sindri lyftir honum upp í hægra hornið. Emanuel les þetta vel, kemur honum á Vignir. Vignir síðan hérna fram en það er bara beint á Sindra. Aron Ímir kemst í boltan hérna, heldur honum tilbaka á Ólaf en ekki góð sending, reynir. Kemur honum tilbaka en það er bara Sigurður Hrannar. Það er svona, mætti kalla vorbraga aðeins á þessum leik. Hérna í byrjun febrúar. Guðfinnur allar leið tilbaka á Ásgrím. Þá pressa Ólsarar. Sindri, Pollrólur, Finnur Guðlaug, hann út á Benjamin. Hann finnur Sindri fram á Guðlaug, Guðlaugur á Andra, þetta er vel spilað og svo stungusending Aron Ímir að sleppa hérna í gegn. Aron Ímir Pétursson leggur hann yfir á Sigurður Hrannar og Sigurður Hrannar með skot en Konráð ver hérna handbolta markvarsla í honum. Aron hættan er ekki alveg liðin hjá, jú, hún er það núna. Fínt færi en Konráð stóð og beið. Vel varið en vel spilað þarna, sérstaklega Andri og Guðlaugur sem að náðu vel saman til að sprengja þetta upp. Teitur út á Arnleif. Arnleifur síðan hérna reynir að finna Andra en þetta er of lágt. Andri vildi fá hann herri. Skipting hérna frá Newberry yfir á Bjartur. Er hann tókað niður hérna? Nei, hann misti jafnvægið. Allavega ekki dæmt. Við það sleppa hérna fram hjá Benjamin. Teitur út á Arnleif. Arnleifur með slaka sendingu. Já, gengur lítið hjá báðum liðum að opna. Andri kemur tilbaka, leggur hann til hægri. Það er svo framalega fyrir Aron. Benjamin fram á Andra. Andri finnur Guðlaug. Aftur á Andra. En slög sending tilbaka. Reynir
fær hann hérna í fætur, Sindri í honum, Reynir heldur honum, missir hann aðeins frá sér, kemur honum þó út á englendinginn Óla, en sending hans ekki í nákvæm. Ólafur snýr, sér Aron Ími, Vignir rétt staðsettur, sendingin ekki nógu góð, aðeins og innarlega segi ég fyrir Aron. Byrjandi pressa frá Sigurður Hrannari, kemur þess að Emir og fær hann aftur. Húber í brotið á honum, síðan að Andra Júliusinni. Ef einhver að horfa á þetta í símanum í kórnum, þá byrjum við kærlega að heilsa þangað. Þið hvetjið Skagamenn fyrir okkar hönd. Við bjóðum ykkur velkomin í útsendinguna ef að Aron, hérna smá miskilningum milli hans og Guðfinns. Emir reynir fyrirgjöfina, kemur honum fyrir en Teitur hreinsar þetta frá. Þetta sá enski mikið í boltanum. Boltinn út til vinstri, það Bjartur undir mikill pressur á Benjamin. Bjartur fær hann aftur til sín. Leggur á stað, leggur hann inn í teginn, það Reynir að reyna að koma sér í skotfæri, tekst ekki, Sindri hreinsa frá. Vignir skiptir yfir, þetta tæft Sigurður Hrannar og hér ekkert dæmt, þetta hefur sennilega náð boltanum hann að Newberry. En það mátti ekki miklu muna að Sigurður Hrannar næði að stela þessari sendingu og komast á auðan sjó. Teitur missir hann yfir sig, Reynir. En Benjamin nær honum. Sindri vel gert hjá honum, finnur Guðfinn, hann á Guðlaugur, kemur honum hérna utan fótar upp í hornið á Aron Ími. Aron Ími með fyrirgjöfina á fjarstöngina, en Newberry nær að bæja þessu frá og í horn. Og fyrsta hornspyrna Káramanna í þessum leik eftir rétt rúmar 15 mínútur. Og þá ætti leikurinn í kórnum að fara að hefjast, það að segja síðari hálfleikurinn. Arnleifur Hjörleifsson kemur til þess að taka hornspyrnuna, snýr hann þá inn að markinu. Kemur hornspyrnan og þarna var Andri við það að ná honum og Teitur líka, en Teitur náði ekki að setja kraft í þetta og boltinn máttlaust framhjá. Það gaman ef það einhver að horfa á þetta í kórnum, ef þið gætu komið með upplýsingum inn á spjallráðin okkar á YouTube hver markaskorari Skagamanna var, þá væri það voðalega gaman fyrir okkur að fá þær fréttir. Úrslit.net sem við treystum yfirleitt á hafa ekki upplýsingar heldur þennan markaskorara, þannig að það væri virkilega gaman ef það er hægt. Kemur skiptingin yfir í áttina Bjarti, Benjamin á undan og skallar þetta frá, Guðfinnur pikkar hann upp hérna á miðunni, leitar að Andra Júl, ekki tekst, boltinn tilbaka á Konráð. Andri pressar áfram, Konráð lyftur honum út til hægri þar sem Emir skallar hann áfram, en Arnleifur vinnur hann og Víkingar enda svo með hann. Emir fram, Arnleifur tæklar þetta. Teitur losar hann upp inn á miðuna, það gengur ekki. Slökk sending, það
vantar mikið upp á nákvæmni svona á sendingum þegar að liðin nálgast sóknar þriðjunginn. Boltinn gengur mikið milli liðana. Hvoru liðinu tekst að ná almennum tökum á leiknum. Benjamin tilbaka á Tate. Teitur yfir til vinstri. Þar Arnleifur á ferðinni. Reynir fyrirgjöfina en hún himinhátt. Já, hann festir boltan. Hér eru nokkrir þarna upp í stúku. En menn klárir með varabolta. Fagmennska, ekkert annað. Newberry lyftir honum hérna upp hægri kantinn. Arnleifur skallar þetta frá. Beint aftur á Emil sem að missir hann út af. Seinni hálfleikur hafinn í kórnum. Konráð spillir hérna fram á Kristoffer. Ólafur Karel síðan. Kristoffer aftur, lyftir honum hérna. Reynir að koma honum inn fyrir vörnina. Gengur ekki. Ibrahim út á Bjart. Bjartur síðan finnur Reyni hérna við vítateigslínuna. Boltinn yfir á englendinginn. Dularfull á Reynir, en nei, hann missir hann aðeins frá sér hérna. Óöppin hérna Reynir. En Víkingar halda sóknin áfram, kemur fyrirgjöf og það Benjamin hérna í baráttu við Bjart Bjarma. Hvorugur náði að tengja, þannig að boltinn sigldi aftur fyrir. Það markspyrna sem að Ásgrímur býr sig undir að taka. Já, 20 mínútur liðnar. Staðan ennþá markalaus. Aldrei þessu vant í Kára-leikjum. Við fáum yfirleitt mörk þegar við sýnum Kára. Hér það Reynir. Teitur sterkur hérna. Arnleifur síðan losar þetta upp. Kristoffer pikkar hann upp út á Emir, hann á Ibrahim. Hættuleg sending hann tilbaka á Emanuel. Boltinn allavega aftur á Konráð sem að reyndar finnur Bjart úti vinstra megin. En hann hefur verið í rangstöðu þegar boltinn fór á stað. Boltinn hérna yfir á Sigur Hrannar, nær ekki að halda honum inn á. Koma Káramenn, Guðlaugur missir aðeins sjónar á hvað hann ætlaði sér hérna. Þá kemur Ibrahim út á Bjart. Bjartur með slaka sendingu beint á Sindra. Benjamin á Aron. Aron inn á Guðfinn. Guðfinn tekur snúninginn. Finnur ekki Guðlaug. Newberry las þetta og fellur síðan við en ekki dæmt. Boltinn tilbaka á Ásgrím. Kemur smá skallatennis núna.
Andri kemur þessu frá, Guðfinnur missir hann, það er Ibrahim sem að reynir að leggja nú til hægra á Emir sem að er þá farinn, stungusending upp í hornið á Andra Júl sem er ekki rangstæður. Andri kominn inn á teginn, leggur hann út á Arnleif sem að missir hann frá sér en nær skotinu og glæsilega varið aftur hjá Konráði og boltinn aftur fyrir og hotspyrna þarna Arnleifur fyrst og ég sá ekki hver það var sem átti seinna skotið, hvort það var hann sjálfur. Arnleifur þurfti að teygja sig í hann, það er Arnleifur sem var hérna liggjandi og það er þá Guðlaugur sem að tekur hotspyrnuna fyrir Kára. Guðfinnur séð með skot gríðarlega hátt yfir og innkast þannig að hún náði skot upp í loft. Það er ekki oft sem við sjáum það hér, ekki að markskot farið upp í rjáfur. Staðan ennþá 2-1 í kórnum. Eru fleiri leikir í íslenskum bolta í dag. Nýhafinn leikur KA á Þórs í Kjarnavæðismótinu og síðan seinna í kvöld í sama móti mæta Höttur Huginn KA 3 í B-deildinni þar og í fótbolta.net mótinu í C-deild riðli 2 Árborg og Víðir. Þeim leik var frestað en við erum fyrst og fremst að fylgjast með leik HK og IA. Benjamin kominn hérna upp að endamörkum, nær ekki fyrirgjöfinni, leggur hann tilbaka á Aron Ími sem að næstu í fyrirgjöfinni. Bjartur fylgdi honum vel. Reynir fær hérna stungusendingu, er í kapphlaupi við Sindra. Hvor hefur betur? Sindri gerir það og Teitur síðan rétt staðsettur. Boltinn út á Aron Ími. Aron, smá misskilningu milli hans og Andra. Sigurður Hrannar ekki komist almennilega í takt við leikinn, ekki fengið úr mikla móða, ekki margar snertingar á boltan. Emanuel Elikeke með langan hérna upp eftir vinstri kantinum. Bjartur missir hann frá sér. Benjamin, vel gert hjá honum, finnur Ólaf. Ólafur undir pressu, kemur honum á Teit. Teitur lyftur honum síðan hérna út á Arnleif. Guðfinnur á Andra. Andri tilbaka á Ólaf Karel sem að stingur hérna í áttina að Sigurði Hrannari sem er við það að komast í hann. En Emanuel Elikeke hreinsaði þetta frá. Kristinn Magnús reyndi að fann Ibrahim sem að bóta honum út fyrir. Þá róast þetta aðeins í augnablik. Þá kemur Arnleifur, finnur Sigur Hrannar sem tekur einn nettan snúning aftur út á Arnleif. Arnleifur lyftur hún síðan inn á teginn en yfir Guðlaug. Aron skallar þetta niður fyrir Guðfinn sem að nær skotinu. Þetta er glæsilega varið hjá Konráði, eina ferðin enn. Já, ég held að sé óhætt að segja það að öllum öðrum ólöstuðum að það er Konráð sem er búinn að halda Víkingunum í núllinu. Það er honum að þakka að þeir eru ekki komnir, allavega 2 eða ekki 3 mörkum undir. Hann er búinn að verja hérna fyrir þess að 4 sinnum virkilega vel og þetta var ekki síðri markvarsla heldur en aðrar sem við höfum séð á honum í kvöld. Snöggur niður Andri, fær hann hérna frá Aroni. Káramenn aðeins að sækja í sig veðri hérna og vinna hotspyrnu. Káramenn svona að ná vísi að tökum á þessum leik. Þessi lið hafa spilað 3 sinnum áður í keppnisleikum, leik
Konráð slær þetta aftur fyrir sig. Hefur að spila þrisvar, Víkingar unnið á alla, meðal annars 11. desember 2010 þar sem að Víkingur Ólafsvík vann 23-0 í nóvember sama ár. Ég veit nú ekki hvort þetta eru keppnisleikir reyndar, þetta eru sennilega æfingaleikir. Sigurðu Víkingar 9-3 eða hvort þetta er hreinlega í futsal, ég veit það ekki, en fyrsti leikur þeirra var 2007 í deildabikarnum þar sem að Víkingur sigraði 6-2. Þar sem að meðan markaskorari á Kára, annar markaskorari var enginn annar en Almar Viðarsson. Löngorinn góðsögn í Kára-liðinu. Kemur stungusendingin fyrir, en Arnleifur er á undan, Reynir samt. Nær á honum boltanum. Guðlaugur snýr, finnur Andra. Lyftir hann tilbaka á Guðfinn. Guðfinnur séðan út til vinstri, reynir að finna Sigur Hrannar en ónákvæmt. Skagamenn búnir að jafna gegn HK og aftur vantar okkur markaskora. Ég held að þetta sé fyrir það að þeirra maður á úrslit.net þarna í Kópavoginum sé bara kannski full sjálflægur. En hér kemur Andri Júla, hann er að sleppa hérna í gegn. Andri, það þarf að hægja á honum, hann þarf að hægja á sig. Guðlaugur reynir að komast hérna á milli Emíls og annars varnarmann sem tekst ekki. Benjamin sterkur í loftinu hérna, kemur honum á Guðfinn. Hérna náði Andri ekki að nýta sinn hraða. Sigurður ætlar að, nei, byrju við, þetta reddast nú allt saman. Ólafur Karel upp í hornið, en fín varnarvinna hérna hjá manninum sem er á reynslu. En okkur vantar að vita og langar að vita markaskorara. Það er hálftími liðinn hér, engin markaskorari, en við auglýsum eftir markaskorarum. Við óskum eftir markaskorarum úr kórnum ef einhver mögulega er að horfa á þennan leik þar. Þvílík veisla sem það væri nú fyrir fótboltaáhugamenn á Akranesi. Sitja í kórnum í hlíðinni og horfa á liðið sitt og Kára-liðið sitt allt á sama tíma. En enn einn hotspyrna sem Káramenn fá. Spurning hvort þeir fara að ná að gera sér matur sem taka þetta stutt. Arnleifur síðan með fyrirgjöfina. Konráð út, en hann Teitur á auðum sjó, skallar hann rétt fram hjá. Konráð misti af boltanum hérna. Fyrstu mistökin hans í dag. En Teitur, já, var ekki hvort það var nógu viðbúinn. Hefur eflaust búist við því eins og flestir að Konráð tækja hann hana. Vignir, Benjamin nær að trufla Bjart Bjarma hérna vel. Vignir kastar þessi sem Guðfinnur skallar frá. Emanuel mun sterkar í loftinu heldur en Andri. Hér kemur síðan stungusending í átt að Sigurði, hún er ekki nóg löng. Newberry, Emanuel nær að koma þessu frá. Þá er það Kristinn Magnús undir pressu frá Aron Ími, nær þó að halda boltanum. Þá er það Guðfinnur sem tekur við pressunni, nær á honum boltanum. Guðfinnur, og þá er flaggað. Já, vonum að það sé ekki mörg börn að horfa á þetta. Emir sér við Sigurði.
spurning hvort að við Konráð hérna leika sér eldunum og Víkingarnir Emanuel út á Vigni. Spurning hvort við náum að grafa upp markaskorarana eftir einhverjum öðrum krókaleiðum. En reyna það. Það ekkert skráð inn á KSI.is. Þannig að við bara höldum áfram að auglýsa. Ólafur með slaka sendingu inn á miðsvæðið. Vel gert hérna hjá Kristófer. Þá er það Víkingarnir sem að ógna. Kristófer aftur með boltan hérna fyrir utan tegin, snýr á Guðfinn. Guðfinnur verður að passa sig þarna, tilbaka á Emir. Hann út á englendinginn. Nafnlausa. Hann upp að endamörkum og Reynir sem þarf að teygja sig hann og nær ekki að koma honum fyrir markið. Aftur fyrir 11 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Emir stígur hérna fram fyrir Sigur Hrannar. Leggur síðan á stað, brotið á honum, Teitur gerir það. Aukaspyrna á ágætis stað fyrir Víking. Það reynslu maðurinn enski, ég var að kalla hann Reyni kannski. Hann ætlar að spreyta sig á þessari aukaspyrnu, menn ætlar að nýta öll tækifæri til þess að reyna að sanna ágæti sitt. Og hann með skot sem að siglir í fangið á Ásgrími. Og þarna Reynir, ég veit ekki hvort hann uppskera gult spjald, jú sennilega. Jú, hann var hérna, varð fyrir mannsspyrnu Ásgríms. Sneri reynda baki hann, ég veit ekki hvort hann hafði beint unnið sér neitt mikið til saka annað en að vera bara þarna. Ásgrímur sá hann en ekki öfugt, en Helgi gefur gula spjaldið. Greinilega hörkuleikur í kórnum, komið 4 mörk eftir klukkutíma leik. Ásgrímur með háa spyrnu á Guðlaug sem nær að skalla hann áfram. Emir finnur Kristófer á Reyni sem að kemst hérna fram hjá Teiti sem að reyndi að stíga fram fyrir hann. Kristófer vinnur boltan aftur. Kristinn slaka sendingu, Teitur heyrðir það, Guðlaugur, hann á Andri til vinstri á Teit. Teitur missir hann og brýtur síðan af sér hérna, brýtur á Kristni. Langur bolti, þetta svona skot bara. Ásgrímur var nú framalega í markinu. En það þarf góðan skotmann til þess að púla þetta. Ásgrímur fram á Aron sem að fleytir honum áfram. Andri eltir. Boltinn tilbaka á Konráð. Hvað gerir hann? Undir pressu, losar hann yfir til hægri. Kemur Reynir og sækir hann. Finnur Emir. Emir Dókara með síðan stungusendingu sem að siglir beint aftur á Ásgrím. Já, nú Andri ekki dæmt, áfram bara Aron Ímir. Aron Ímir nálgast tegin Vigni til varnar, Aron kemst fram í honum, lendir hérna í samstuði og Aron ekki sáttur.
Aron allt annað en sáttur og hvað dæmt? Þá ekki bara markspyrna eða ekki neitt annað? Það hornspyrna. Salomons dómur hjá Guðmundi hann á línunni og guldspjald á loft á Aron Ími. Hann hætti ekki mótmælunum fyrr. Og hinn hornspyrnan sem Káramenn fullsnöggir hérna. Helgi en þá að skrifa gula spjaldið. Þá getur Arnleifur tekið hornspyrnuna. Sigurður reynir að fleyta þess áfram. Emir var fyrir hérna Sigurður Hrannar með skrítna sendingu en þetta reddaðist allt saman. Guðlaugur kemur hann Óla Karel, hann aftur á Guðlaug og aftur á Ólaf sem að kemur hann síðan fyrir. Emanuel hreinsar þetta upp í loft. Já, óhætt að segja að gæðin á þessum leik hafa ekki verið há en það hafa komið nokkur færi og flest Káramenn átt, já, ekki bara hættulegri færi, þeir hafa átt bara mjög hættuleg færi og innkast sem að Víkingar fá. Sigurður Guðlaugur fær hérna fast skot í höfuðið. Allt annað en þægilegt svo sem. ...68 mínútur liðnar, en það getur hann ekki verið. Það á 73. mínútu eru Skagamenn að komast í 3-2 og enn vantar markaskorara. Nú finnst mér að okkar maður í Kópavoginum ætti að gera sig í brók og einblín ekki bara á HK-liðið. Nú ætla ég að vera bara pínu gagnrýninn. En frábær endurkoma hérna að eiga sér stað hjá Skagamönnum í kórnum. Lentu 1-0 og 2-1 undir en eru búin að skora 2 núna í síðari hálfleik og komnir yfir. Fögnum því. Guðlaugur stuttur af velli. Gerir nú ráð fyrir hann jafni sig á þessu fljótt og vel. Það dómarakast, eða nú er spurning hver var með boltan, var einhver með hann? Hvort við fáum bara almennilegt dómarakast, býtu við, nei, Guðlaugur fer að velli. Hvort að, og það er skipting, það er Viktor Helgi Benediktsson sem að kemur inn á. Skagamenn þekkja nú betur í gulum búning. Það hefur verið að mála hjá IA en er hérna núna með Kára, hefur ekki fengið mörg tækifæri núna allavega í svona uppbytunarleikjónum og æfingamótunum núna eftir áramótin hjá hinum gulklæddu. Teitur með langan bolta hérna í áttina Aron Ími, Vignir les það, kemur hann tilbaka á Konráð og Andri Júl hérna í samstöðu við Emanuel Elikeke. Benjamin reynir að finna Andra, Vignir á undan, Viktor mættur, gríðarlega baráttuglaður leikmaður Viktor. Mikil vinnsla, opbóðsleg yfirferð, mikil talandi, ákaflega gott að hafa svona mann með sér í liði, ger ég fastlega ráð fyrir. Arnleifur skallar þetta frá. En Reynir heyrðir þetta. Boltinn fyrir og siglir fram hjá
þarna óvinnalega fyrir Vigni. Já. Ívar Reynir Antonsson heitir hann nú í númer 33. Ég hef nú búinn að vera að kalla hann bara Reyni, og hann fyrirgefur mig það. En ég er sem að hætta því núna, þar sem að ég kom með annan Reyni. Bjartur potar þessu út af 1,5 mínútu eftir. Benjamin kastar tilbaka á Viktor. Sindri reynir skiptingu hérna yfir Óla Karel. Og þá er það Ólafur sem fær boltan í andlitið, þetta sinn beint frá samherjanum Andra Júlíusinni af stuttu færi, en sennilega hefur nú, já, hann er leggstu niður aftur, ætlaðist var að standa upp. Já, við getum svo sem laumast í úrslit úr og stöðunni í öðrum leikjum. Þórsarar komnir yfir gegn KA fyrir norðan, 1-0 þar eftir 27 mínútna leik. Og en staðan er það 3-2 fyrir IA gegn HK. Ólafur Karel fer af velli, en ég mér sýnist hann nú vera klár í að koma aftur inn á, og Víkingar marka boltanum tilbaka. Stefnir allt í markalaust hérna í hálfleik. Emanuel finnur Ibrahim, hann aftur á Emanuel sem að stingur síðan. Ásgrímur tekur hann að kassan og hreinsar síðan. Sigurður Hrannar í baráttunni, nær ekki til boltans. Emir Dokara kemur upp með boltan. Víkingarnir vinna boltan aftur. Kristoffer lyftir hérna inn á Ívar, en allt of vinnalega. Já, Ólafur Karel fær leyfi til að koma inn á. Sindri út á Benjamin. Það er nú eflaust að styttast í þessum hálfleik. Komið mínúta fram yfir. Viktor stendur þetta af sér. Missir hann síðan frá sér Ólafur. Skiptir yfir til hægri á Benjamin, hann á Andra Júlíusson. Andri nálgast markið. Boltinn fyrir en Emir Dokara kemur þessu frá. Reynir með stungu sendingu inn á Ívar, en Arnleifur les það. Newbury gerir þetta virkilega vel, en misskilningur þarna milli hans og Emir Dokara. Og jæja, Arnleifur, nei, Ólafur Karel að ná sér í guldspjald fyrir að fara inn á völlin án leyfis. En þarna er eitthvað samskipta örðuleika milli dómara, sýnist mér, vegna þess að Sveinn Þór Þorvaldsson sýnist mér á öllu og heyrist á samræðunum hann hinum megin. Og þá er bara að flauta til hálfleiks. Óþarfa spjald finnst mér, en við gagnrýnum ekki dómara á IATV. En staðan 0-0, ekki svona leiftarandi fótbolti, mikið svona borðtennisstemming í þessu, boltinn fram og tilbaka milli liðana. En Káramenn sannarlega í rauninni óheppnir að hafa ekki náð að skora í þessum fyrri hálfleik. Þeir fengu færin til þess, en
Konráð Ragnarsson í markinu hjá Víkingi gerði virkilega vel nokkrum sinnum og hélt stöðunni í þessu 0-0 sem er ósvo sjaldgæft hér í Akranesvelli að Kára menn eiga í hlut. En við tökum okkur hlé líkt og leikmenn, sjáum hvort við getum ekki vælt út heitt kaffi eða eitthvað. En þangað til skuluð þið bara ekki fara mjög langt.
Jæja, það var nú stutt pásan hjá okkur. Seinni hálfleikur í leik Kára og Víkings Ólafsvíkur framundan. Við fengum fregnir inn á spjallinu á YouTube. Þökkum kærlega fyrir það. Okkur var bent á það og gefið nafnið á að leikmaður númer 11 sem að ég var fann að kalla Reyni. Helgi Kristjánsson benti mér á það að hann héti Harley Willard sem ekkert ólíkt, hljómar ekkert ólíkt nafninu sem að Eyjúb gaf mér upp fyrir leik. Það var nú reyndar Honey og ég kunni ekki við að nota það einhver hluta vegna. En Harley Willard leikmaður. Já, við byggjumst afsökunar á þessu, við duttum út en hér er fyrsta markið við rétt náðum því. Bjartur Bjarmi að skora fyrir Víking Ólafsvík. Á 47. mínútu, eða við getum kallað það. Já, við duttum út í augnablik og biðjumst velvirðingar á því. Og ég er aðeins sleginn út af laginu fyrst afsökunar á því við erum að finna út úr þessu. En þarna kom svarið, við heyrðum að Eyjúb var allt annað en hrifinn af sínum mönnum í fyrri hálfleiknum. En Bjartur Bjarmi neldan hann af stuttufæri í slann og inn. Fáum staðfestinguna á því hér. Já, kjaft sögn fyrir Káramenn sem að voru sínu betri í fyrri hálfleiknum. Komið nýr markmaður hér er Ívar nei, hann er dæmdur rangstæður. Staðan er þetta 0-1, ekki 1-1, en þetta er alltaf maður er að komast í gírinn aftur hérna. Ég er komin í gang. Ég ætlaði mér að reyna að finna endursýningu á þessu marki. En ég er sem að láta það ógert. Og einbeita mig bara að leiknum.
Káramenn með innkast hérna uppi hægra megin. Nýr leikmaður inn á hjá Kára, leikmaður nummer 17 Sigurjón Ari Guðmundsson. Viktor kom inn á fyrir Guðlaug fyrir leiknum. Viktor hérna í baráttunni, ekki dæmt. Viktor er að komast í skotfæri, hann lætur vaða, Konráð, þetta er beint á hann. Konráð greip þetta auðvitað. Arnleifur missir hennan út fyrir. Engar breytingar sem stendur en sem komið er á Víkingsliðinu sjáanlegar. Bjartur, markaskorari Víkinga, missir hann hérna út fyrir. Kemur langkast frá Arnleifi, Sigurjón í baráttunni. Arnleifur er á, já, hættuspark dæmt. Arnleifur fór hann svolítið hátt með fótinn. Kannski, já, Víkingar smá ró í sinn leik. Þessi er Lár og Teitur gerir þetta mjög fagmannlega, þræðir hérna loftabitana. Þá er Aron Ýmir kominn hérna á fleygiferð með Andra með sér hægra megin, hann er með fleiri með sér vinstra megin, reynir síðan að stinga inn á Sigurjón sem er allt of framannlega fyrir hann. Káramenn þurfa að rífa sig upp hérna. Kemur löng sending, allt og löng frá Viktori. Ætlaði Aron Ými en boltinn aftur fyrir og markspyrna. Leik lokið í kórnum 3-2 sigur Skagamanna og Viktor Jónsson, loksins komu markaskorararnir inn hjá IA en hann er bara einn. Viktor Jónsson með þrennu. Það eru virkilega góða fréttir fyrir Skagamenn að sjá hann komin í gang í markaskoruninni. Þannig að bronsið fyrir Skagamenn í fótbolta.net A-deild. En Káramenn hérna að spila 5. sætið, Sigurjón út á Aron með fyrirgjöfina, Vignir er fyrir, Emanuel kemur þessu svo frá og Benjamin brýtur á sér. Réttu dómur þarna. Viktor virkilega sterkur hana. Hann er búinn að ná að samstilla klukkuna nokkurn veginn. Háværi okkur ekkert að mannbúnaði. Gunnar með of háa spyrnu upp í loft. Fór hún. Það er kannski alltilega að geta þess að á morgun verður ein nýbreytni hjá okkur. Við höfum verið ráðnir til þess að senda út leik Vestra og Selfoss hérna úr Akraneshöll á morgun klukkan 6. Hann verður hjá okkur í beinni, þá er skipting hjá Káramönnum. Það er Sindri Snæfells sem er að fara af velli og Gylfi Veigar Gylfason að koma inn á. Annar leikmaður sem er nú betur þekktur í gulum búning. En
Kemur hér inn á í Káraliðið. Benjamin verst þessu vel. Boltinn tilbaka á Vigni. Vigni síðan með sendinguna fyrir undir Gylfa. Gylfi ekki vaknaður hérna. Vonum að náði sér í gang sem fyrst. Ibrahim. Kristoffer reynir að koma þessu inn á teginn. Gunnar nær þessu. Andri Júlíusson vill fá Káralið framar, slitnar svolítið í sundur hérna. Hundast svolítið leiða hérna á miðsvæðinu hjá þeim. Hér Andri og Sigurður eru staðsettir framalega. Vignir sterkur í loftinu hérna upp í vinstra hornið. Benjamin tilbaka á Gylfa. Gylfi snýr tilbaka á Gunnar. Gunnar með vinstri út til vinstri á Arnleif sem að tekur vel við honum. Ekkert dæmt. Bjarti Bjarmi fór hann aftan í hann en vissulega tók hann boltan líka. Viktor lætur hann ekki deyja sig hérna en Arnleifur fékk hérna högg aftan á sig. Og gera dómararnir sér ekki grein fyrir að það er maður liggjandi. Jú, þeir gera það. Bjartur Bjarmi teygði sig í boltan með öðrum fætinum en fór aftan í Arnleif með hinum og það er alltaf erfitt að meta hvort tók hann á undan. Hjá sumum dómurum skiptir það engu máli, hjá öðrum skiptir það máli en niðurstaðan var ekki dæmt. Arnleifur er staðinn á fætur og gengur uppréttur svona nokkuð brattur. Andri með sendingu upp í hornið á Aron Ími. Aron, Vigni til varnar. Vigni nær að koma þessu í innkast. Bjarga þessu frá því að fara í horn. Aron kastar á Sigurjón, aftur á Aron. Hann út á Benjamin. Hann allavega aftur á Guðfinn. Guðfinn er síðan á Sigur Hrannar. Fær hann aftur á Andra, aftur inn fyrir á Guðfinn. Guðfinn slappir í gegn. Hvað gerir Guðfinn hér? Hann skorar og jafnar fyrir Kára. Frábær spilakafli hérna. Spilkafli hjá Káramönnum. Virkilega snyrtilega gert. Þríhyrningaspil bara fram og tilbaka. Og Guðfinnur Þór jafnar metin fyrir Kára. Markið á 57. mínútu. Og þetta er Káramenn komnir vel inn í leikinn aftur. Virkilega snyrtilega að spila þarna. Þá er skipting hjá Víkingum. Kristoffer fór af velli og inn á kemur leikmaður númer 6, Pétur Steinar Jóhannsson. Pétur, nei, það var Newbery í baráttunni við Sigur Hrannar. Sigur Jón skiptir hérna yfir á Gylfa Veigar. Mikil barátta hérna, Emir Dokara kominn yfir í vinstri bakvörðin núna.
Fram á Ívar. Fær hann aftur. Vignir kominn þá framar á miðina í stöðunars Kristófers. Aukaspyrnan inn á teiginn, Guðfinnur markaskorari Káramanna skalla frá, Aron Ýmir hreinsar síðan fram, Andri á undan í boltan, vel gert hjá honum, Sigurður Hrannar nær að snúa en Víkingar eru snöggið tilbaka, Aron Ýmir reynir hérna skiptinguna en boltinn ennþá í leik, Andri inn á Sigurður Hrannar komið fram hjá Konráð og hann skorar og kemur Kára í 2-1 hagnaðarreglunni beitt þarna. Markið á 65. mínútu. Já, þeir hafa aldrei komið tilbaka. Hafði áhyggjur af því að þetta mark svona snemma í seinni hálfleik hjá Víkingum myndi slá þá alvarlega út af laginu en allt kom fyrir ekki, þeir eru bara klárir í slaginn hér strax, búin að vinna sig inn í leikinn. Gult spjald á loft á Viktor fyrir þetta brot. Kemur aukaspyrnan, Gunnar einn með hennar bolta. Þá koma Káramenn, Benjamín fram á Andra. Andri missir hann frá sér. Og góð baráttu hérna í Guðfinni. Sigurjón hérna í mikilli baráttu, hátt með fótinn en eingöngu innkast dæmt. Boltinn kominn tilbaka á Gunnar. Gunnar undir pressu á Harley. Guðfinnur vinnur boltann. Kemur honum á Sigurjón. Sigurjón reynir að finna Aron, tekst ekki.
Bjartur við það að ná að koma sér í færi hérna. Sigurður Hrannar kominn vel tilbaka, hreinsar þetta fram. Ibrahim hirðir hann. Tilbaka á Halley. Halley snýr, kemur honum hérna út til hægri á Pétur. Ibrahim með langan bolta, Vignir næra, nei hann ekki að skalla þetta yfir á samherja. Og boltinn út fyrir Arnleifur. Arnleifur kastar hérna fram á Andri fær hrindingu í bakið. Ekkert dæmt. Þarna fannst mér nú Andri að fá aukaspyrnu ef ég á að vera alveg heiðarlegur. Helgi vill bara láta þetta rúlla. Já. Og koma Víkingar, Halley, Willard. Ætla að fái alla 90 mínúturnar hérna. Það var að Bjartur, markaskorari Víkinga, aftur á Halley sem að nær skotinu í nærhornið en Gunnar vandanum vaxinn þarna. Spurning hvort við fáum að getum náða að sjá markið hjá Guðfinni sem snöggvast jöfnunarmark Káramanna. Þessi spilkafli algjörlega frábær og virkilega snirtilegt mark. Teitur út á Arnleif, Arnleifur, Sigurður hérna fyrir aftan hann, fær hann. Sending fram á Aron Ími, missir hann frá sér Vignir á Ibrahim en hann ekki með nákvæma sendingu. Viktor kemur út á Benjamin, Gylfi Veigar, Guðfinnur, já Ibrahim brýtur á honum og þá er skipting hjá Káramönnum. Gylfi Veigar, nei fyrirgefið, Gylfi Brynjar að koma inn á. Gylfi Brynjar Stefánsson kemur inn á fyrir Andra Júlíusson sýnist mér. Þá skulum við kannski kíkja aftur á markið hans Sigurðar Hrannars. Rétt sem snöggvast, hratt upphlaup hjá Káramönnum. Og hér er leikurinn látinn halda áfram þrátt fyrir flagg og Sigurður Hrannar í kringum Konráð í markinu og klárar þetta virkilega vel. Stefnir í gott föstudagskvöld hjá og aukaspyrna dæmd á Sigurjón. Slæm lending þarna. Það er ekki Kristinn Magnús sem fékk hérna dálítið svæsna byltu sýndist mér. Þá koma Víkingar, Emír langar sendingu fram, Benjamin skallar það frá en beint á Kristinn, en hann mislaggar sendingu beint á Guðfinn. Þá er Guðfinnur hérna á flegiferð en sending hans upp í hornið. Gylfi Brynjar hérna í mikilli pressu á Konráð og brýtur á honum. Þetta er ekki fallegt brot. En hann sleppur við spjald. Það er magnað. En já, ég er bara mjög hissa á því að ég segja hann svo er. Sennilega afleiðing af því að hann er svo nýkominn inn á að en
ákvæmlega áhugavert. Ef ég væri Eyjúp og Víkingar þá hefði ég viljað sjá, já, í það minnsta guldspjald. Það sýndist að vera nokkuð hátt með fótinn þarna. Þá kemur sending fram á Ívar, hann leggur hann út á Halley er að koma sér í skotfæri en Viktor Bíflugan eins og ég kýs að kalla hann er alltaf á yði í kringu þig eða út með boltan og þá er skipting hjá Víkingum. Bjartur að koma að velli, Bjartur Bjarmi Barkarsson sem að skoraði fyrsta mark leiksins strax í upphafi síðari hálfleiks og í hans stað er að koma leikmaður nr. 8 Leo Örn Þrastarsson og þegar Víkingar eiga hér hotspinnu þegar 20 mínútur eftir hún kemur hérna út í teginn og þarna er Emanuel Eli Keke í rauninni í miklu betra færi heldur en hann bara þorði að vona hann kæmist í. Gunnar misreiknaði algjörlega flugið á boltanum og var hreinlega lentur þegar hann ætlaði að kýla hann frá stálheppinn hann Gunnar Bragi. Hann kemur Gylfi Veigar með langan fram á Gylfa Brynjar. Emanuel stígur fram fyrir hann og kemur honum út fyrir. Gylfi Brynjar snýr, leggur af stað, brotið á honum, Emir Dokara gerir það. Hann ekki sammála. Það er ekkert óalgengt svo sem. Því miður náðum við ekki að klippa út endursýningu af marki Víkinga þar sem að tölvan hrundi hjá okkur rétt svona í kringum það, rétt áður og var ekki almennilega komin í gagnið þegar að en hér kemur aukaspyrna, það er Arnleifur, þetta er inn á teginn, Konráð kemur út og kýlir það frá og Ívar framlengir þetta síðan. Gylfi Veigar langan inn á teginn, Viktor er að skalla hann áfram en Konráð er fyrstur á boltan. Reynir síðan hérna að koma boltanum hratt í leik. Guðfinnur Gylfi í baráttunni við Emanuel Ibrahim snýr, Ibrahim snýr aftur, leggur hann tilbaka á Newberry. Michael Newberry finnur bara Arnleifur á Sigur Hrannar sem er rangstæður. Sveinn alveg með þetta á hreinu. Guðfinnur skallar þetta frá Sigur Hrannar, Sigur Jón. En Halli næra truflan. Emanuel kemur þessu fram en það er bara á Gylfa Brynjar, Gylfa Veigar fyrir ekki. Og það er aukaspyrnan sem að Gylfi Veigar tekur. Hann er hátt í áttina að nafna hans Gylfa Brynjari fyrir ekki. Guðfinnur ekki dæmt, boltinn hirtur á honum. Halley út á Kristinn en Benjamin búinn að eiga fína leik í bakvarðarstöðunni. Emir Dokara með boltan fyrir Víking. Víkingar svona komin aðeins meiri ákaf í þá. Núna dæmt aukaspyrna á Aron Ími. Emir langan bolta í átt að Vigni sem er hérna í baráttunni við Arnleif en boltinn aftur fyrir markspyrna dæmt.
Gunnar spyrnir hérna út til vinstri á Arnleif. Gerir þetta skemmtilega. Arnleifur finnur Sigur Hrannar út í hliðinu, missir hann frá sér. Sigurjón kemur til Bjargar og tilbaka á Gunnar Braga. Gunnar Bragi hörvar og kemur hann síðan út til hægri á Benjamin. Benjamin tekur hann vel niður, upp í hornið á Aron Ími, góð sending hérna. Gylfi Brynjar. Margir Káramenn hérna en sendingin ekki góð. Þeir voru hérna 5 á 5 eða 5 á 4. Ég hreinlega sá það ekki. Vignir út á Kristinn sem að reynir síðan stungu sendinguna. Ívar Reynir Antonsson liggur hérna rétt fyrir innan miðjubúan og vill meina að það hafi verið brotið á sér í hlaupinu hérna. Viktor með langan bolta ætlaðan Sigurður Hrannari en Pétur Steinar hyrðir þessi sendingu, lesi þetta vel. Góð sending hérna síðan inn á Ívar sem er komin hérna inn á móti Gunnari Braga. Guðmundur Valgeirsson gaf sér góðan tíma í að flagga þessa rangstöðu. Hann vildi sjá hvort einhver annar víkingur kæmi og tæki boltan. En þetta var tæft en klárlega örugglega rétt hjá okkar reyndasta aðstofadómara á Akranesi. Sannarlega eldri en 2 vetur í þessu. Gunnar Bragi út á Sigur Hrannar sem að kemur honum henni tilbaka á Arnleif en Harley með sendinguna síðan hérna upp á Leo. Leo er að komast í fyrirgjafa stöðu, kemur honum hérna yfir á fjær en Gunnar Bragi út á markinu og hirðir hann. Snöggur að kasta honum inn í leik út á hægri kantinn á Aron Ími sem að tekur á sprett. Finnur Sigurjón aftur á, hann reynir að finna Aron aftur. Það vilja Káramenn fá aukaspyrnu þó að það hafi ekki verið snerting, en það var klárlega haft áhrif á hreyfingar Sigurjóns þarna. Emil Dókara nær ekki að koma boltanum á samherja. Sigurjón gerir þetta virkilega vel. En Víkingarnir komnir aftur með boltan. Harley út á Leo. Fyrirgjöfin og hér er Kristinn á fjarstönginu, skot í slá og þeir fylgja eftir þessu og það er reynslu maðurinn Harley Willard sem að jafnar fyrir Káramenn. Og staðan 2-2 hér á 78. mínútu. Já, það vantar ekki mörkin í Káraleikina. Nú er spurning hvort liðið vill meira fá þennan sigur. Viktor tæpur þarna og aukaspyrna dæmd á Íbrahím. Viktor með höfuðhögg hérna. Ég held að Víkingarnir, mér fannst Víkingarnir halda að þeir ættu þessu aukaspyrnu, en hvort hann ætlar að refsa síðan Íbrahím eitthvað fyrir eitthvað sem við sáum ekki nógu vel. Og það er komin smá hitt í þetta. Benedikt Valur Árnason kominn inn á, sé ég hér fyrir Kára. Ég misti nú að því fyrir hvern. Fyrir Benjamin Mehic. Sýnist mér.
En Viktor staðinn á fætur. Hvað ætlar Helgi dómari að gera úr þessu? Emir Dokara búinn að ræða þessi mál við hann. En það stendur, Káramenn í aukaspyrnuna. Arnleifur með aukaspyrnuna, hún er skölluð frá, Teitur yfir á fjarstöngina, þar Sigurjón skallar hann aftur fyrir markið en Víkingarnir koma þessu frá. Sigurjón í baráttunni aftur, Emanuel kemur þessu frá, Ívar Guðfinnur nær í boltan, Ibrahim með Guðfinn á sér, hann er dæmd aukaspyrna á Guðfinn, réttilega held ég, og við kannski tilbúin að sjá markið, jöfnunarmark Víkinga. Skoti í slá en Halli Willard fyrstur á staðinn til að fylgja þess eftir og hér koma Víkingarnir. Ívar upp í hornið á Leo með fyrirgjöfina, Viktor kominn inn á aftur, skallar þetta frá. Arnleifur snýr. 9 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Það er spurning hvort við fáum framlengt. Það verður væntanlega framlengt ef að verður jafnt í leikslok eða hvort það verður bara að fara beint í vító. Það er alveg víst. En Gylfi Brynjar reynir að snúa hérna, Emanuel tekst ekki, Emir Dokara kemur til hjálpar og Gylfi brýtur síðan á honum. Það er ekki ólíklegt að mist hæpið að það verði farið í 2015 mínútna framlengingu. Mun líklegra að farið verði beint í vítaspyrnukeppni en hér er skipting hjá Víkingi. Það er Kristinn Magnús Pétursson sem fer af velli og í hans stað kemur leikmann nr. 23 Sigurjón Kristinsson. Káramenn sem eiga þennan bolta, innkast, Gylfi Veigar. Aftur á Teit, Viktor á Teit. Teitur undir pressu hérna frá Willard. Benedikt vinnur boltan en hann fer tilbaka. Það er náttúrulega nýr markmaður kominn inn á, já, sýnist mér. Nei, hann er í stuttbuxum nr. 1. Ég er að láta það trufla mig. Það er ekki með varamarkmann á bekknum. Viktor skallar þetta á Sigurjón. Sigurjón ploppar hérna Willard til að koma honum á Arnleif. Eftir á Viktor snýr tilbaka. Skiptir síðan niður til hægri á Gunnar Braga. Gylfi Veigar. Gylfi á Sigurjón. Sigurjón síðan á Aron Ími sem er með slaka sendingu, ætla að Gylfa Brynjari. Og henn eru Víkingum gengur illa að halda boltan núna. Guðfinnur snýr með stungusendingu, ætla að Gylfa Brynjari en hann var sennilega í rangstöðu þarna og ákvað að hætta hlaupinu.
Og gaman að sjá að það töluvert af stuðningsmönnum Víkinga hér í dag, eða hér í kvöld. Eins og heyrðist þegar að jöfnunarmarkið kom á 78. mínútu. Viktor missir hennan upp í loft. Stefnir í æsi spennandi loka mínútur hérna. Viktor á Benedikt Val. En Víkingarnir vinna boltan. Emil Dokara með langa sendingu hérna fram sem hittir ekki á samherja. Aron Ímir. Sigurjón á eftir honum. Reynir að finna hérna Sigur Hannar. En Emanuel Lasta og Aron búinn að vinna boltan tilbaka fyrir Káramenn. Guðfinnur sem búinn að eiga virkilega góðan leik á miðjunni. Reynir hérna sending á Sigur Hannar. Skila sér ekki, mikil barátta. Emir sem með langan bolta. Reynsar þetta í rauninni bara frá. Aron Ímir á Viktor. Viktor snýr, vel gert hjá honum. Það ætlar hann að gera. Finnur Sigurjón. Sigurjón. Brotið á honum. Vignis Nær gerir það. Aukaspyrna hérna á miðjum. Nokkurn veginn á miðjum vallarhelming Víkings sem að Aron Ímir býr sig undir að taka. Allir Víkingar í eða við teginn og allir nema 3 Káramenn. Aron lyftir þessu inn á teig. Viktor í baráttunni. Þarna skalla 2 saman. Já, þetta virkaði tiltölulega þungt höfuðhögg sem að hann nú í ágætis standi. Sýnist mér Pétur Steinar. Já, harður af sig greinilega. Eitthvað Ljúberi, eitthvað kannski bara það þreyttur. En 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma og allt í átt hér. Kemur spyrna frá Konráð. Viktor sterkur hérna, stekkur yfir Ívar. En Halli út á Leo. Leo nær fyrirgjöfinni. Vignir í baráttunni. Og nei, hér kemur Vignir með skot og það varið á línu. En þetta er búið núna. Káramenn verja á línu hérna. Sigurjón á Viktor. Viktor skiptir yfir til hægri. Emir Dokara les það. Gylfi aftur á Emir. Hvort það var hérna Sigurjón Kristinsson sem átti seinna skotið. Sennilega báðir svona ljósir ásýndum svona úr fjarlægð. Auðvitað ruglaði þeim saman. Emanuel les þetta. Sigurjón í mikilli baráttu og Sigurjón liggur en ég held að hann sé ekki verið að dæma aukaspyrnu en hann kanna bara ástandið á honum. Og skipting klár hjá Víkingum. Já, skipting og það er Ívar Reynir Antonsson sem fer af velli og í hans stað kemur leikmannum 21 Brynjar Viljámsson. Skemmtilega skjóta í að KA-menn hafa jafnað gegn Þór, gerðu það á 67. mínútu. Elvar Árni Aðarsteinsson
Það er staðan 1-1 þegar 20 mínútur eru til leiksloka. KA Þór í Kjarnafæðismótinu í A-deildinni. Og hér er aðstoðardómarinn Sveinn að fá skot í höfuðið af stuttu færi. Það er búið að vera óvenju vinsælt í kvöld að menn sé að fá boltan í andlitið eða höfuðið. Það er spurning hvað menn gera. Engin fjórði dómari hérna. Annars gæti Guðmundur Valgeirsson eflaust hlaupið alla línuna til að taka rángstöðuna en já, þetta er Sveinn lítur nú að harka þetta af sér. Lítið eftir, venjulegur leiktími liðinn. Já, Sveinn er klár í slaginn. Talstöðin í lagi og þá getur þetta farið aftur á stað. Það er langt yngast sem að KR-menn stilla upp í hérna. Aron Ýmir lætur vaða. Finnur Viktor en Vignir er fyrir aftan hann og boltinn í horn. 1 mínúta komið fram. Já, 4 mínútum bætt við venjulegan leiktíma. Okkar maður á hliðalínunni gaf okkur upplýsingar það. Kemur Arnleifur með hornspyrnuna. Víkingar skalla frá, Teitur skallar aftur inn í þvöguna. Emanuel sýndist mér vera fyrstur í boltan. Kemur honum hérna út. Og Aron með sendingum sem að ratar beint á Emir Tukara sem að sparkar síðan upp í Rjáfur. Arnleifur nær að snúa, ekkert dæmt. Hann vildi fá aukaspyrnu þarna held ég. Það beint fyrir framan Svein sem að lét sér fátum finnast. Sigurður Hrannar tekur hann hérna á kassan. Kemur honum á Arnleif sem er hérna ennþá Sigurður Hrannar. Emanuel til varnar, hann er fyrstur í boltan. Og kemur þessu frá og út fyrir. Það virðist vera að KR-menn ætli sér að sækja. Þeir vilja sækja þennan sigur, það er nokkuð ljóst. Svona öllu ákveðnari í sínum aðgerðum núna. Aron Vignir kemur þessu ekki langt. En það er innkast upp við hornfána sem að KR-menn eiga 2 mínútur eftir af uppgefnum uppbóta tíma. Aron á Arnleif. Sending tilbaka á Aron Viktor og það er skallað frá af Emanuel Elai. Og önnur hornspyrna á stuttum tíma núna. Og Aron Ýmir hleypur yfir til þess að taka hana. Náður að gera sér matur þessu boltinn inn á teiginn. Gylfi Veigar, boltinn laus og það er dæmt aukaspyrna. Gylfi náði ekki kraft í skallan þarna. Og Víkingar geta andaléttar. Konráð. Og það er bara flautað af. Og leiklokið í bili. Það er væntanlega farið beint í vító. Ég trúi ekki öðru. En við kannski getum gefið okkur tíma meðan við bíðum eftir staðfestingu á því. Þannig getum við kíkt á þau mörk sem við eigum upptökur af. Það var Bjartur Bjarmi Barkarsson sem skoraði strax í upphæfi síðari hálfleiks. Því miður eigum við ekki brot af frá því marki. En við getum sýnt ykkur hitt. Hér er markið sem að Guðfinnur skoraði til að jafna fyrir Kára. Síðan var það Sigurður Hrannar Þorsteinsson sem að kom KR-mönnum yfir. Og síðan
Willard sem að jafnaði aftur fyrir Víkinga og nú spurning hvort markið ætla að taka. Það væri ekkit verra fyrir okkur að vita það svona fljótlega. Þannig að við getum stilt okkur af og hérna Já, við reynum kannski að komast að því. Já, ef það vantar upplýsingar þá fer maður bara beint í móðurstöðina og dómarar eru búin að segja okkur það verður farið beint í vídeó og það verður hérna markið vinstra megin. Nú bara eftir að kasta upp á það hvort liðið byrjar að spinna og hörku spenna hvort liðið vinnur 5. sætið í þessu móti. Síðan tekur Lengjubikarinn við. Kannski alltaf að renna yfir eldsnögt hvað er framundan hjá okkur í febrúar. Það svona stefnir í rólegan mánuð. 14. febrúar fá Skagamenn Leikni Reykjavík í heimsókn í Lengjubikarnum og 24. febrúar fá Káramenn Tindastól í heimsókn í Lengjubikar karla. Konurnar eru mestmegnis að spila annar staðar en hér og eins er körfuboltaliðið ekki með heimaleik fyrir en í mars. Svo vitum við aldrei hvað gæti dúkkað upp hjá okkur. En fyrsti spyrnumaður Víkinga er mættur á svæðið og það er Emil Dokara sem er hér ger Gunnari Braga og Emil skorar örugglega. Gunnar í réttu horni, enga síður. Og Víkingar taka forystuna. Koma svo Kalli! Taka þetta! Fyrsta víti Káramanna tekur Sigurjón Ari Guðmundsson. Konráð sem átti stórleik sérstaklega í fyrri hálfleik. Varði þá nokkur sinnum virkilega vel úr góðum færum Káramanna. Sigurjón hleypur að og Konráð Sigurjón
misnotar fyrsta víti Káramanna og Víkingar komnir í góð mál. Þá var það Ibrahim Barry sem að mætir á svæðið fyrir aðra spyrnu Víkinga. Já, við heyrum í gárungunum í stúkunni, ég veit ekki hvort þið gerir sig grein fyrir því. En það bara gaman að stemmingin skilir sér heim. Og Ibrahim klár, Gunnar til varnar. Og hann sendir Gunnar í vitlaust horn. Skringilegt og það nú hljómar þegar menn segja þetta. Gunnar fór bara í vitlaust horn. Og Ibrahim skoraði bara nokkuð öryggi. Þá var það Arnleifur Hjörleifsson sem að tekur aðra spyrnu Káramanna. Hann verður nú hreinlega að skora bara til þess að halda einhverju spennu í þessu. Arnleifur klár. Konráð klár. Og Arnleifur sparkar undir Konráð. Fast og örugt. Í rauninni Konráð og Gunnar báðir búin að velja sér sama horn í bæði skiptin. Báðum vítunum sem að komin eru. Þá er það maðurinn sem til reynslu. Harley Willard spilaði allan leikinn. Vekk fullt af mínútum til að sýna hvað í honum býr. Og Gunnar breyti varnar og Gunnar í réttu horni en Willard skorar og kemur Víkingum í 5-3 í heildina, 3-1 í vítunum. Þá er það Viktor Helgi Benediktsson sem að tekur næstu spyrnu Káramanna. Hann vil bara flýta sér í þessu fast og örugt. Konráð í rétt horn aftur en skotið hreinlega of fast. Þá var það Michael Newberry sem að mætir á vettvang. Mönnum greinlega orðið kalt, þeir eru ekkert að slóra við þetta. Og Newberry skorar af miklu öryggi og nú þarf Sigurður Hrannar Þorsteinsson að skora til að halda Káramönnum inn í þessu. Verji Konráð, þá er hann að tryggja Víkingum sigur í þessum leik. Og hvorki meira en minna en 5. sæti í fótbolti.net mótinu B-deild. Sigurður Hrannar klár í slæginn. Hann skorar af miklu öryggi. Þetta var innri stöngin og það er Emmanuel Eli Keke sem kemur og tekur 5. og líklega síðustu spyrnu Víkinga. Skori hann gegn Gunnari Braga, þá tryggir hann Víkingum sigurinn. Og Gunnar peppa þær í markinu. Emmanuel stillir sér upp, hleypur að boltanum og